Þann 30. september 2015 viljum við fá þig til að taka upp myndavélina þína og vera með í einstöku verkefni. Með þinni hjálp viljum við mynda þessar 24 klukkustundir land allt. Til þess að myndin þín heppni sem allra best góður undirbúningur lykilatriði. Og áður en þú ferð í tökur eru nokkur atriði sem vert að hafa í huga. Í fyrsta lagi, hvað ætla ég að fjalla um? Hvað á myndin mín að vera? Þú þarft ekki að skrifa handrit en það hins vegar ágætis hugmynd að setja nokkra punkta niður á blað. Eins og, hvað ætla ég að segja og hvernig lýsi ég því best fyrir áhorfendur? Hvað þarf ég að sýna? Mundu að þú ert að vinna með sjónrænan miðil þannig að það ekki nóg að segja frá með orðum, segðu líka frá með myndum. Ekki gera þetta of flókið. Þetta verkefni snýst að gefa innsýn í daglegt líf. Hversdagslegar athafnir, eins og elda mat, gera hreint, bóna bílinn eða koma börnunum í háttinn, geta verið mjög athyglisvert efni. En að sjálfsögðu ef þú ert að fara að gera eitthvað stórkostlegt eða æsispennandi þá viljum við líka sjá það. En hvetjum þau leið til að fara varlega. Næsta mál á dagskrá að ákveða hvers konar tæki eiga að nota til þess að taka upp efnið. En flest okkar eiga jú einhvers konar tæki sem geta tekið upp lifandi myndir. Myndavélin í farsímanum þínum einn möguleikinn. Í nýrri og fullkomnari símum eru myndavélar sem geta tekið myndir í hárri upplausn. En hljóðið hins vegar yfirleitt ekkert sérstakt. Það getur líka verið vandamál að taka upp úti því að hægur andvari getur orðið að hinum verstu skurðningum. Þið heyrið hvernig þetta hljómar. Hafðu líka í huga hvernig þú snýrð símanum. Ef þú myndar svona, þá mun myndefnið líta svona út á skjánum. En ef þú snýr honum svona, þá myndin rétt í sjónvarpinu. Flestar stafrænar myndavélar hafa líka möguleika á að taka upp lifandi myndir. Þú stillir bara myndavélina á vídeóupptöku og þá allt að gerast. En vídeóupptaka getur reynt verulega á rafhlöðuna. Þannig að það best að gera tilraunir og prófa hversu lengi hún endist. Besti kosturinn að nota þar til gerða tökuvél. En þessar vélar eru sérstaklega búnar til fyrir svona verkefni. Og svo náttúrulega gott að hafa utanáliggjandi mikrofón. Svona hljóðið úr innbyggða mikrofóninum í tökuvélinni. Allt í lagi, en gæti verið betra. En svona hljóðið ef þú notar utanáliggjandi hljóðnema. Þú heyrir muninn. Það ekki verið að vera með þrífót því þá getur þú stillt myndavélinu upp fyrir víðari skot og þess háttar. Svo getur líka verið fínt að fá aðstoð hjá góðum vini eða vinkonum. Sem sagt, aðalatriðin eru þessi. Skrifaðu niður það helsta sem þú ætlar að mynda og segja frá. Mundu að sýna okkur það sem þú ert að fást við. Veldu tökuvél sem henta þér og hugsaðu hljóðið. Að öðru leyti, góða skemmtun og farðu varlega. Þú getur myndað hvað sem en hafðu það persónulegt og eitthvað sem skiptir þig máli. Dagur í lífi þjóðar snýst þig. Ekki velta þessu frekar fyrir þér. Gríptu myndavélina þína og myndaðu það sem í gangi hjá þér. Farðu á rúv.is/dagur til að fá frekari upplýsingar.